er það spurningin, hvað eru 100% mikið? 100% þýðir það að það er bara einn heill. Það er allt inni. Ef við skoðum hring, þá er hann allur litaður. Ef við værum að tala um pizzu, þá var hún alveg heil, það var ekki búið að borða neina sneiðar. Hið sama má segja um ost og allt sem er heilt. Ef við hugsaum okkur bekkin ykkar, þá er það 100% mæting. Það þýddi að það var allir mættir í bekknum. Í sýnidæmi 25.01 þá er sagt í bekk eru 12% nemenda fjarverandi. Hve mörg prósent eru viðstaddir? Nú, við vitum að einn bekkur, allir mættir, er 100%. 100%. Og svo segir að 12% er fjarverandi. Drögum við bara frá 12% fáum út 88. Það þýðir að það er það 88% sem eru í skólanum þennan dag. Í sýnidæmi 25.10 er sagt að flatarmáli Íslands er 17,9% í 200-400 metra hæð og 58,2% í yfir 400 metra hæð. Hver prósent eru í undir 200 metra hæð? Þá þurfum við bara að reikna. Við vitum að allar hæðamöguleikarnir eru 100%. Þannig að við byrjum alltaf á, við erum með 100%. Við vitum að það er búið að taka af 17,9% sem að fer í 200-400. Og það er líka tiltekið að yfir 400 metra eru 58,2%. Þá drögum það líka frá. Eftir eru þá bara þeir metrar sem eru undir 200. Við erum að taka 300-400 og yfir 400. Niðurstaðan af þessu er 23,9. Þannig að 23,9% eru undir 200 metrum. Ef við erum að tala meira en 100%, þá þýðir það að það er meira en einn heill. Og ef við sjáum hringina þannig, þá er þetta einn hringur sem er litaður grænn og 3/4 eða 175%. Og ef við ætlum að breyta þessu prósenti í tugabrót, við erum bara deilt með 100 og þá fáum við út 1,75. Það er það tugabróti sem við myndum vera að vinna með. Í sýnidæmi 26.01 þá ætlum ég að taka D-liðinn til sýnis. D. Þá er beðið að skrifa í prósentum 2,755 og þetta er tugabrótið sem við fáum uppgefið. Við munum það að við þurfum þá að margfalda með 100 og þá fáum við að þetta er 275,5%. Þannig að þetta er meira en tvöfalt, þetta er þrefalt meira en einn. Í sýnidæmi 26.04 stendur að árið 1980 kostaði poki með ákveðnum matvörum 251 króna. Árið 1987 kostaði sami poki 2.160 krónur. Hve mörg prósent eru 2.160 krónur af 251 krónu? Svarið heilu prósentum. Þá byrjum við á, setjum nýja verðið hérna við ofan, við erum að deila gamla verðin upp í, að það 2.160 deilt með 251. Við þurfum að vita prósentuna. Ég hefði kannski átt að segja ykkur við mátt að nota formúluna hluti deilt með heild, að þið erum að fara að finna prósentuna. Ok, þegar við reiknum út af þessu þá fáum við 8,6056. 8,6056
6056. Þetta er 0. Sjáðu það ekki? Jú. Breytum lit. Við getum ekki skilað þessu svona, við ættum að skila þessu í heilli tölu. Og munið, þetta er bara tugabrótið. Þannig að við þurfum að margfalda þetta við 100 og þá fáum við 860,6 eða 861%. Þannig að matvara hefur hækkað 861% á þessum árum. Í sýnidæmi 2608 er bara að breyta prósentum yfir í tugabrót og við erum án svo flink í því. Ef við tökum bara D-liðinn, þá breyta 287% yfir í tugabrót og munum við bara að deila með 100 og út kemur þá 2,87. Í sýnidæmi 2611 þá að finna 108% af 1200 krónum. Þannig vitum við prósentuna, þannig vitum við heildina, við þurfum að vita hlutan. Og það er formúlan. Hluti er sama heildin sinnum prósentan. Ok, heildin er 1200. Og við þurfum að margfalda með 108%. Þá tökum við náttúrulega 108 og deilum því með 100. Og það er það eins og að vera með 1200 sinnum 1,08 sem er 1296 krónur.